Komið sæl, gaman að sjá okkur hérna svona mörg. Eins og Þóra Kristín rakti fyrir okkur hérna í erindinu á undan að þá munur á körlum og konur þegar kemur að verkaskiptingu heimilisverka og umönnun barna og þeim tíma sem að karlar annars vegar og konur hins vegar verja til þeirra verka. Eins og Þóra Kristín kom aðeins inn á að þá einnig munur á körlum og konum þegar við skoðum meðal vinnustundafjölda á viku í launuðu starfi. Þessar tölur sem þið sjá hér á glærunni eru í bæklingnum sem eru fyrir framlíkur frá Hagstofunni. Þetta eru þessar tölur Hagstofunnar frá 2012. Þarna sjáu þið að karlar vinna 9 stundum lengur á viku en konur og munurinn 6 stundir þegar skoðaður vinnutími karla og kvenna í fullu starfi. Munurinn hann ekki vegna þess að íslenskar konur vinni svo lítið. Fyrir nokkrum árum þá bar ég þetta mitt saman og komst að því að meðal vinnustundafjöldi íslenskra kvenna sambærilegur meðal vinnustundafjölda norskra karla. Og af þessu þetta leiðir þá að samræming fjölskyldulífs og atvinnu jafnréttismál. Þegar við sjáum kynjamun þá þurfum við að fara að skoða málin út frá jafnrétti. Þetta þýðir líka að það þarf í rauninni að beita ólíkum meðölum á þessa hópa. Hópinn sem vinnur að meðaltali 44 stundir á viku og síðan hópinn sem vinnur að meðaltali 35 stundir á viku. Myndin sem þið sjá hérna, hún var lengi á vef Jafnréttisstofu og beinir rauninni sjónum að ólíkum björgum ólíkra hópa. Bandarísku félagsfræðingur sem heitir Paula Rothenberg að hún segir að markmið okkar sé að koma fram við fólk af sanngirni og réttlæti að þá skildum við varast að koma eins fram við alla. Það sem að þarfir okkar og bjargir eru ólíkar. Og þetta auðvitað leiðarstef þegar kemur að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu og bara ef við tökum svona 2 dæmi það að þá getum við sagt að við þurfum að hvetja karla til þess að taka samfellt margra mánaða fæðingarorlof og þeir þurfa skýr skilaboð þess efnis að ekki sé til þess ætlað að þeir sinni vinna á meðan. Þessa hvatningu þarf til þess að vega upp á móti þessari samfélagslega áherslu að hlutverk karla sé afla tekna sem að síðan endurspeglast í launamunni kynjanna. Skilaboðin til kvenna eru þau að vinna þeirra sé jafn mikilvæg og vinna karla þó svo hún gefi ekki eins mikið aðra hönd og því sé það ekki endilega þeirra hlutverk að taka lengra fæðingarorlof en karlar og vera frekar heima þegar börnin eru veik. Og þetta allt saman gott og blessa getum við sagt en það sem þetta skiptir mestu máli það að karlar hafi tækifæri til þess að draga úr vinnu sinni. Það lykilatriði. Samræming fjölskyldu og atvinnulífs ekki raunin hjá þeim sem að vinnur 44 til 47 stundir á viku. Við getum kallað það atvinnulíf með smá dassi af fjölskyldu en án allrar samræmingar. Og þá komið að stjórnandanum. Jákvæður með bundi fyrir bæði eða meðvitaður bjartsýnisalki og við ætlum að byrja á þeim jákvæði sem með bundi fyrir bæði og athugið að ég ekki að vísa þarna í 50 gráða skugga. Bandaríski fræðirithöfundurinn og samfélagsrýnirinn Barbara Ehrenreich að hún hefur í skrifum sínum skoðað ástæður fjármálahrunsins. Hún segir að ofur áhersla á jákvæðni hafi leitt af sér gagnrýnileysi og gagnrýni hafi verið afgreidd sem neikvæðni og þar með eitthvað sem ekki ætti heima innan nútímalegra fyrirtækja. Hér á Íslandi fengum við þau skilaboð að ekki mætti tala niður markaðinn heldur væri það hlutverk okkar að tala jákvætt og viðhalda vextinum og þar með var ekkert spurningamerki sett við glæfralega ráðstöfun fjármuna. Og almennt virðist okkur tamt að þagga niður í þeim sem eftir vill hafa ekkert jákvætt fram að færa. Þegar við heyrum í fólki í síma eða hittum þau á förnum vegi að þá segir við hvað segir gott.
spurning sem býður bara upp á að viðmælandinn segi eitthvað gott, en til þess að vera alveg vissum að þá eru oft fljóta að bæta við, áður en að viðmælandi fær sem tækifæri til að svara, þá segjum við, allt fínt bara, er það ekki? Og segjum síðan, hvað ert að gera núna? Alltaf á fullu, er það ekki? Og við heldum þannig þeirri hugmynd að hamingjan felist í því að hafa sem mest að gera. Sama jákvæðni krafa þegar kemur að umræðum jafnrétti kynjanna. Fyrir nokkrum árum þá tók ég viðtöl við stjórnendur sem að starfa á ólíkum sviðum á íslenskum vinnumarkaði. Ég spurði út í jafnréttistefnu fyrirtækjanna og samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Á þeim tíma töldu flestir að jafnréttið væri í höfn. Það væri sjálfgefið bara, eins og einn stjórnandi orðaði það. Og almennt má segja að viðmælendur mínu hafi hrokkið í vörn þegar jafnréttismálin bara á góma. Viðtal sem hafi gengið svona mjög snuðrulaust, fór að högta og fæstum var skemmt. Einn stjórnandi hafði þetta að segja þegar jafnréttismálin bara á góma og vísaði í sögu fyrirtækisins. Hann sagði, það var einhver mjög mikil barátta þar í sambandi við kvenfólk. Það var einhver feministi þarna sem þau kalla feministan svona í gríni. Það voru einhverjar stelpur þarna sem að, eins og ég les það, ætluðu bara að forsera í gegn einhverju 50-50 hlutfalli, einhverju svoleiðis. Þannig að en þú sást það til dæmis í þjónustudeildinni, svaka mikið af kvenfólki þar. Við farum upp í bókhald og innheimtuna, það eintómt kvenfólk. Feministinn sem hann vísar til gegnir ákveðnu hlutverki í menningu fyrirtækisins. Hún grílan en á sama tíma aðhlátursefni, eins konar blóraböggull. Og konur sem að hugsa sér að starfa hjá fyrirtækinu vilja fæst að láta tengja sig henni og af þeim sögum halda þeir sig fjarri öllum femínískum málefnum, eins og umræðum kynjahlutföll, jafnréttis og fjölskyldustefnu. Ekki ljóst hvort feministinn skilgreindi sig þannig sjálf eða hvort hún fékk stimpilinn eftir að hafa beitt sér fyrir auknum hlut kvenna innan fyrirtækisins. Það kannski skiptir ekki og virðist ekki skipta höfuðmáli, heldur hlýtur hún þennan stimpil vegna þeirrar baráttu sinnar og með því að kalla hana feminista leið hægt að draga úr lögmæti hennar og afgreiða sem leiðindapúka sem að skemmi hið jákvæða andrúmsloft sem eigi að ríkja á vinnustæðinu. Í jákvæða andrúmslofti ekki rými fyrir gagnrýni, eins og Rak bendir á. Jákvæðu stjórnendurnir sem ég talaði við áttu það mörg sameiginlegt að vera mjög ómeðvituð hlutverk sitt sem leiðtogar og stjórnendur, að valdi fylgi ábyrgð og að eftir höfðinu dansi limirnir og að stjórnandinn með framkomu sinni móti reglurnar á vinnustæðinu, ekki síst þegar kemur að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Ég held ég sé kröfuhörð en ég legg mjög mikið upp úr því að vera sanngjörn. Þó maður hafi mjög mikinn metnað fyrir hönd þess sem að við erum að gera og maður vilji gera það fyllst og alúð og eins vel bara og mannlegur máttur leyfir, að þá reyni ég líka að vera sveigjanleg. Ég hef tröllatrú á því að treysta fólki og treysta því til að hafa þá þennan sama metnað og ég fyrir því sem það að gera og það vilji leggja sig fram, vilji skila sínu vel. Í mínum huga ekki beint til kaffitími og þetta kannski einhvað sem hentar ekki öllum, þannig að ég ekkert mikið í því að fara á kaffistofun og sitja og spjalla á eitthvað. Það bara ekki einhvað sem partur af því sem ég geri sérstaklega vel eða hef áhuga á að gera. En fyrir suma skiptir það rosalega miklu máli að vinnufélagarnir setjist niður og borði saman í hádeginu eða spjalli í kaffitímanum eða eitthvað svoleiðis. Og ég hef bara einhvern veginn, ég kveiki ekkert alveg á þessu. Þessi stjórnandi vann mjög langa daga og helgar og með þeirri framkomu sinni að þá mótaði hún hina óorðuðu fjölskyldustefnu vinnustæðarins. Og þá ætla ég að tala meðvituðu bjartsýnisrafkana. Gloria Steinem, feministi og mannréttindafrömmuður, skilgreinir sig sem hopeaholic og það sem ég hef þá þýtt sem bjartsýnisalki. Bjartsýnisalkin meðvitaður hlutverk sitt sem stjórnandi og meðvitaður að jafnrétti hafi ekki verið náð en bjartsýnn eða vongóður að hægt sé að vinna að jafnrétti á vinnustað.
og þar með stuðla að samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Hann hvetur til dæmis karla að taka fæðingarorlof, er sveigjanlegur gagnvart starfsfólki sem sinna þar börnum og öldruðum foreldrum á vinnutíma og eru meðvitaður að setja þurfi vinnunni mörk. Þetta er bara skipulag. Ég bara tek ekki undir það að maður þurfa að vera að vinna á mikið. Ég sé nú einhver starfssystkini mín vinna töluvert meira heldur en ég geri. Alltaf á vaktinni. Það er aldrei gert ráð fyrir því. Meðvitaði Bjartsýnsalkinn leggur sig einnig fram að kynnast starfsmönnum sínum, ekki síst til þess að geta beitt á ólíkum meðölum. Ég fékk líka viðbrögð á það stutt eftir að ég byrjaði frá konum hérna innanhús að þeim finnst mjög jákvætt að ég talaði börnin mín. Því að það gefi þeim líka, þú veist. Í vinnunni þá megum við tala börnin okkar. Við erum mæður, við erum feður, við erum með fjölskyldur, það skiptir máli. Vinnan er hluti af lífinu. En þegar við komum að því sem skiptir í alvöru máli, þá vita náttúrulega allir hvað það er. Þegar við stöndum einhvern tímann frammi fyrir vali. Og svona kannski í anda þessarar tilvitnunar að þá tel ég réttast að tala samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu, ekki atvinnulífs og fjölskyldu. Með áherslu á að lífið sé meira í fjölskyldunni en atvinnunni. Og þetta er svona smá pilla til ykkar. Og vonandi það afgreiðir mig ekki sem neikvæðan feminista. En þá aftur að Gloríu Steinem, Bjartsýnisalka, hún egnar okkur að gera eitthvað brjálæðislegt á hverjum degi. One outrageous act, eins og hún segir, sem að stuðla að jafnrétti kynjanna og í okkar tilfelli þá farsælli samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Og á móti mun hún þá fremja annað. Einn stjórnandi sem ég ræddi við, sem að öllu jöfnu fellur í flokkin jákvæður með bundi fyrir bæði, hann vinnur langa daga, er mikið í útlöndum vegna vinnunar og hrósar starfsmönnum fyrir að vera mættir til vinnu þegar hann er á leið út á flugvöll eldsnemma á morguns. Hann sagði frá því að hann tæki sig reglulega til og gerði eitthvað brjálæðislegt. Það eru auðvitað mín orð, ekki hans, en hann sem sagt sagði: ég fann að gera svona hluti eins og taka mér bara frí og vera með krökkunum þegar konan er að vinna. Hún vinnur langa vinnudaga og eins og síðustu jól þá bara mjög gott að fara upp á leikskóla og skrá stelpunni í frí frá 15. desember. Þar með var ég bara grándaður. Þá, svona að lokum, hvet ég okkur öll, stjórnendur og karla sérstaklega, til að gera eitthvað brjálæðislegt á hverjum degi, sem að stuðlar að farsælli samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu. Því eins og bandaríski samfélagsrýnirinn Bell Hooks segir, þá hefst byltingin hjá okkur sjálfum, í umbreytingu sjálfsins og henni er síðan viðhaldið í fjöldasamstöðinni. Egnum hvort öðru, ég fer heim á eftir og í stað þess að fara í tölvuna og svara tölvupóstum sem ég veit að bíða mín, að þá ætla ég að setjast niður með börnunum og borða súkkulaði húðan snúð sem ég keypti hérna áðan í Kristjáns bakarí. Hvað ætlar þú að gera, Erla Björg Guðmundsdóttir, Helga Erlingsdóttir, Þórður Kristinsson, Björn Þorláksson, Baldur G. Jónsson og Eiríkur Björn Björgvinsson? Takk fyrir.